Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og í dag komin til mín hún Katrín Baldursdóttir og hún hefur verið að ferðast núna og þetta hefur verið ýmislegt sem að hún hefur upplifað á tímum COVID. Hún var í Ítalíu og nú skilst mér að hún sé komin til Svíþjóðar og ég verð að viðurkenna að með allri þessari tækni að þá stundum erfitt að átta sig á landamærum og hvar fólk niður komið af því að það svona eitt með tækninni að þessi mæri og mörk þau ekki eins skýr og þau áður voru, þannig að ég ofta að tala við fólk og þarf síðan að spyrja já, hvar ertu núna stödd? Ég hélt þú værir kannski komin heim, komin til Íslands, en svo ekki, en mér skilst að þetta sé einn biti í löngu ferðalagi og ég spyr þig, Katrín, hvernig hefur þetta verið og hvar ertu stödd núna ef að þú værir til að segja okkur frá því? Já, komið sæl og takk fyrir Sanna að bjóða mér í þennan frábæra þátt. Ég nú stödd núna á eyju sem heitir Gotland. Það ekkert margir sem að endilega vita þessa eyju en hún tilheyrir Svíþjóð sem sagt. Og ferðalagið mitt hingað og ferðalaginu raunin ekki lokið því að ég á eftir að komast til Íslands. En ferðalagið hingað var verulega sögulegt fyrir íslenskan borgara að leggja í þessa leið. Ég sem sagt hef haft vetursetu á Sikiley núna undanfarin ár og sem sagt hef ekki verið þar sumarinn og komið heim oftast jól og áramót. En núna voru góð ráð dýr. Ég ákvað það að koma ekki heim frá Sikiley þegar að var verið að kalla fólk heim í upphafi faraldursins. Ég ákvað að sitja, ég hafði leigt mér íbúð og hafði samning til loka maí og ætlaði bara að standa mig þar og líka einkum og sérlega vegna þess að á Sikiley var ástandið frekar gott. Þannig að ég var í rosalegri sóttkví og ég bjó þarna ein. Og þannig að ég tók þessa bara ákvörðun að kýla á það að vera bara, mér hefur liðið vel þarna og hafði engar áhyggjur að þessu. Nema það að ég hafði ætlað að koma til Svíþjóðar þar sem að dóttir mín býr hér á Gotlandi. Það var barn í uppsiglingu og ég ætlaði að koma hingað að upplifa það og hjálpa henni í gegnum það. Og þau plön voru í rauninni öll í uppnámi og þegar að lengra leið þá sá ég að þetta yrði mjög flókið. Ég hafði líka ætlað að ferða svona eitt og annað, fara eitt og annað þarna. Það fór allt norður og niður, alls konar flugmiða sem ég þurfti að sækjum sem sagt endurgreiðslu eða ekki og þetta var ótrúlega mikið og erfitt að eltast við flugfélögin endurgreiðslu og ég ekki búin að fá endurgreitt nema pínulítinn hluta af því sem ég hafði ætlað mér að nota og búin að borga sem sagt. Og þannig og sem sagt að ég ákveð að vera þarna og lendi í þvílíku lockdowni. Vá, þetta var rosalegt sko. Og þetta var svolítið ósanngjarnt vegna þess að á Sikiley var ástandið í rauninni betra heldur en á Íslandi til dæmis. En sem sagt ítölsk yfirvöld ákváðu það að láta eitt yfir alla ganga. Þannig að allir þurftu að taka þátt í þessu rosalega lockdowni. Og ég meina, ég þurfti bara að taka því. Og svo allt í einu, ég fylgdist náttúrulega vel með, en það gerði svo margt að maður kannski ekki alveg fylgst með öllu. Og ég tók alltaf langa göngutúra hverjum einasta degi, það var mjög þægilegt þarna að ganga þarna og yndislega falleg Sikiley og ég var í stærstu borginni, Palermo. Já.
og tók fagra göngutúra með fram sjónum og alltaf mikið af fólki þar sem ég var, þetta var svona garður með fram sjónum og svo var það skútuhöfnin og svona fólk var þarna og ég tók yfirleitt hverjum degi, lagði ég upp, bjóð þarna við hafið og lagði upp og fór svo eitthvað annað. Svo einn daginn þá enginn þarna á þessum stað. Enginn einasti maður. Já. Enginn. Þetta var gjörsamlega tómt einn daginn þegar ég kom út og ég hugsaði með bítunum hvað að gerast hérna núna? Og ég var svo hrædd, ég var bara svo Palli var einn í heiminum. Í alvörunni, það var enginn og þetta var venjulega fullt af fólki. Þannig að það var komubann og það voru einhverja reglur en samt bara mikil breyting annars komum tíma. Þetta gerðist bara einn fyrir og bingo að lockdowni var svona og ég man að þetta var 20. mars, ég átti afmæli þann dag og ég labbaði út og ég tók einmitt mynd af því að setja á Facebook, það var ekki einasti maður og við skútuhöfnina getur ímyndað, það var enginn. Wow. Og þetta var ótrúlegt upplifsi og ég áttaði mig ekki alveg á því, svo náttúrulega kynnti ég mér það að lockdowni var orðið svona svakalegt að fólk mátti bara ekki fara neitt út og ég sem íslensku borgari mátti heldur ekki fara út. Og þetta fyrir mig náttúrulega ótrúlega skrítið að upplifa þetta en ég tók þátt í þessu, náttúrulega gat ekkert annað nema það að fyrst þarna afmælisdeginum mínum þá ég sem mér þetta ekki hvað þetta ok, jú, það komið eitthvað að lockdown en hversu alvarlegt og svo ég fór daginn eftir líka sömu leið og þá var ég stoppuð á lögreglunni og ég var ofsalega hrædd vegna þess að ég ekki með neitt landvistarleyfi, ég var ekkert skráð í landinu eitt eða neitt og þannig ég fór hálfpartinn á taugum en það var allt í lagi en svo mátti ég fara í göngutúra en alls ekki lengra heldur en kannski kílómetr frá heimili mínu og á þessari leið var lögreglan alltaf, það voru kannski ef ég labbaði 1 kílómetr og kannski 5 lögreglubílar á leiðinni. Þetta var algjört og þegar ég mátti fara og ég var náttúrulega að komast í súpermarka og þá var það rosalega raðir og leng bið og hanskar fyrir alla og mjög fáir inni, rosalegt eftirlit inn í stúrmarkunum þessi 1 metr á milli og svona var þetta allt. Alveg í langan tíma. Þannig að svo ákveði ég það að bíða ekki lengur eftir neinum ákvörðunum og ég ætlaði bara að komast út. Ég var búin að kaupa miða. Það var allt klárt. Ég ætlaði að millilendi í Brussel og löngu klárt og svona. Og það fór náttúrulega allt norður og niður og svo var þetta svo erfitt vegna þess að ég þurfti að taka 4 flug frá Sikiley til hingað til Gotlands sem eyja sem tilheyrir Svíþjóð. 4 flug. Vá, já, og til að koma þessu heim og saman og þetta var svo stressandi, þetta var svo erfitt vegna þess að það var alltaf verið að kanselera flugum bara með dagsfyrirvara. Og þetta láta þetta allt passa saman og svona og þetta var mjög erfitt og mér leið og ég var svo kvíðin af því að mér fannst ég vera eins og stríðsfangi. Nema það að sko vopnin voru ekki skotvopn eða haglabyssur eða whatever, hvað það heitir alls saman, heldur var vopnið veira. Sko, og Þú varst bara föst í rauninni og komst ekki neitt og bara einhvern veginn. Já, alein, sko. Og svo hringdi ég í borgaraþjónustuna, var mjög liðlegt þar fólkið og en þeir gátu ekkert panta fyrir mig neina ferðir eða neitt, ég þurfti alveg að sjá það allt sjálf. Já. Ég var í viku í mjög miklu stressi og svo bara lagði ég af stað og guð minn góður þvílíkt stress, skildi flugið verða og svo var svo mikil gæsla og ég þurfti að fá plagg frá utanríkisráðuneytinu að ég var íslenskur ríkisborgari, á hvaða leið ég væri, hvaða flug ég var að taka. Á flugvöllum þá, svona gæsla og eftirlit? Já. En sem sagt á flugvöllum, en svo þurfti ég að fá þetta plagg áður en ég lagði af stað. Ég þurfti þetta sent áður en ég lagði af stað í flugið frá utanríkisráðuneytinu. Til að staðfesta í rauninni frá hvaða landi þú værir að koma og hvert þú værir að fara, eitthvað svoleiðis? Já, frá hvaða landi ég væri að fara og með hvaða flugum og hvernig þetta væri allt saman. Svo þurfti ég að fá líka sem sagt staðfestingu frá dóttur minni að hún þyrfti á mér að halda, hingað og svo framvegis. Og síðan legg ég stað, allt gengur vel, ég fer sem sagt með flugi frá Palermo til Rómar. Og það var allt svo stressað, fólk var með þvílíkt spritt út allt og menn voru að pússa
sætin með sprittuskum og allt í kringum í flugvélinni, allir með hanska og síðan kem ég til Rómar og þar mjög mikil gæsla, alltaf verið að stoppa mig til að tékka passan minn. Þar þá var ég á leiðinni frá Róm til Frankfurt og þar þurfti ég að gera mjög mikið grein fyrir mér áður en ég fór í það flug og þetta var þessi stressandi yfir öllu, sko, skildi ég vera stoppuð, verður eitthvað til að koma í veg fyrir að ég komist, ég var búin að borga náttúrulega, þetta var rosalega dýrt, alveg svakalega. Hvað með þetta eftirlit þá? Er það einhver sem voru áhyggjur af því að fólk væri að reyna að koma sér til landa á einhverjum fölskum forsendum þá eða væri að segjast við einhver sem það væri ekki? Hvaða svaka eftirlit? Var bara verið að reyna að tryggja að þetta væri pottitt fólk að skila sér heim eða eitthvað svoleiðis? Sko, eftirliti snerust það að, til dæmis eins og þegar ég kem frá Palermo til Rómar, ég mátti ekki fara til Rómar. Það var ferðabann líka á milli héraða á Ítalíu. Þannig að þeir sem bjuggu á Sikiley, þeir mátti ekki fara í önnur héruð. Þannig að ég mátti ekki fara til Rómar á þessum tíma. Þannig að ég var að gera grein fyrir því að ég ætlaði ekki að smygla mér inn í Róm. Já, ég skil þig. Já, og síðan kem ég til Þýskalands og svo þegar ég að fara í flugið frá Róm til Frankfurt, þá þurfti ég að gera svo mikið grein fyrir því að ég ætlaði ekki að smygla mér inn í Þýskaland. Þetta væri bara stopp á leiðinni eða á leiðinni til fjölskyldu þinnar. Þetta væri bara áfangi á leiðinni í rauninni heim, eitthvað svoleiðis. Svo er svo furðulegt að í Róm þegar ég var að tékka inn til Frankfurt, þá eru öll flugin frá utanríkisþjónustunni tiltekin að ég á leiðinni til Svíþjóðar og síðan til Gotlands, síðan á leið minni stoppið þar, á leið minni til Íslands. Já. Og þá segir konan, ég sé ekkert neitt flugum til Gotlands, ég sé ekkert flug til Íslands og þá sagði ég við hann og fólk vissi það ekkert, ég meina, það er engum bannað að koma til Svíþjóðar. Það var ekkert bann, það þurfti ekki að sýna fram á það að maður ætlaði að smygla sér inn hér í þetta land hér. Og það var voða rekistefnu út af því. En þetta tókst nú allt og síðan þegar ég kem til Þýskalands og þeir eru nú svakalega nákvæmir Þjóðverjarnir, sko, það allt upp á punkt og prikk. Og þá þurfti ég að gera mér, sko, af því að ég gat ekki farið í gegn eins og ESB land, af því að þó við séum í EES, þá förum við ekki svona automatist í gegn. Þannig ég þurfti að fara til að sýna passan minn sem íslensku. Og ég held nú að íslenski passin myndi nú hleypa manni í gegnum alveg flest allt saman, sko. Já, en við erum ekki fullgildir meðlimir í ESB. Þannig að við gátum ekki farið svona automatist í gegn, sko, eins og aðra þjóðir. Þannig að við þurftum að fara þar í því tékki. Þetta fá að fara inn, að því þurfti að gista þarna í eina nótt. Þetta ferðalag tók 3 daga. Ég þurfti að gista í Frankfurt eina nótt og þá þurfti ég að gera, fyrsta lagi náttúrulega þurfti ég að sýna bréfið frá utanríkisþjónustunni, ég þurfti að sýna bréfið frá dóttur minni, ég þurfti að sýna og að spurði í þaula allan fjandann og síðan þurfti ég að sýna það að ég hefði pantað hótel. Þannig að þú þurftir í rauninni að sanna hvert einasta skref fyrir því af hverju þú værir að ferðast til að komast á áfangastað og það þurfti í rauninni að vera bara heil ferðasaga og eitthvað svona destination point, svo ég sletti aðeins það þurfti að liggja fyrir nákvæmlega og þó að þú sért einmitt að lýsa því að þetta sé mörg flug og kostnaðarsamt og það ekkert eitthvað endilega allir sem eru búin að kaupa bara eitthvað 5 flug eða eitthvað endilega fyrirfram og með það bara allt eitthvað ákveðið, þannig að þetta er alltaf mikið sem að þarf að liggja fyrir. Allar, sko. Og svo náttúrulega alltaf þegar ég kom til Rómar verður flugið frá Róm til Frankfurt. Þegar ég var í Frankfurt, verður flugið frá Frankfurt til Stockholm. Og þegar ég var í Stockholmi, verður flugið frá Stockholms til stærstu borgarann í Gotlandi sem heitir Visby. Þetta var allt svona, þið vitið, og þú veist, þetta var í rauninni, mér leið alltaf eins og það væri verið að sko nappa mig, eins og maður sá í stríðsmyndunum, þið vitið, fólk að flýja frá nasismannum eða fasismannum, sko, og það þessi ógeðslega spenna sem í gangi, kemst ég á leiðarenda, sko.
Og þetta tókst nú sem betur fer og svo var það nú bara þannig að þegar ég þurfti svo að gista í Stokkhólmi eina nótt, þegar ég tek svo flugið frá Stokkhólmi til Visby sem sem stærsta borgin í Gotlandi, að þá var ég alein, bara enga þota, Fokker, engin farþegi og það flug var ekki fellt niður, það var með ólíkindum. Svo þetta var mjög mikið ævintýri og svo núna var ég búin að kaupa miða, ég ætla að fylgja dóttur sinni mínum heim, sko, hann að fara heim til pappa síns og með mér, fylgja mér í flugvélinni og við vorum búin að kaupa sem sagt miða frá Visby via Stockholm til Íslands 5. júlí með SAS. Já. Allt í fína og við erum alltaf stressuð, það verður örugglega ekki fellt niður og eitthvað svona. Og svo fengum við enga póst og svo 4 dögum núna fyrir 5. júlí, þá var fluginu kanslera enn einn ganginn. Svo við þurftum að fara að panta nýtt flug og erum sem sagt að koma heim á morgun. En sem betur þurftum við ekki að borga nýtt flug. Þannig að þetta búið að vera ótrúlegt og svo það íronían í þessu öll. Þú veist, ég er búin að fara svo vel með allt, passa svo vel að smitast ekki og allt þetta í löndum þar sem mikil hætta eins og Ítalía og Svíþjóð og nú er ég komin til Íslands og þar fer ég í skimun. Þetta er ótrúlega fyndið, sko. Hvaða útskýringar lágu að baki, af hverju var ekki flogið heim núna? Engar. Nei. Bara, ég sagði hvers vegna, þetta eru 4 dagar. Ég hef aldrei fengið svona stuttan fyrirvara á því að flugi verið kanslera. Bara kanslera. Það er sennilega bara verið vegna þess að það var ekki nóg mikið fólk í vélni, sko. En hvað tekurðu með þér eftir þessu upplifun? Hvað finnst þér, ertu með eitthvað svona samanburð á milli landa? Finnst þér verið eitthvað svona standa upp úr þegar þú berð saman reynsluðina eftir að fara í gegnum þessu ólíku lönd, varðandi bara hvernig stjórnvöld hafa tekið á málunum? Finnst þér verið eitthvað kannski sem að Ísland gæti gert betur eða ætti að vera að gera betur ef þú fylgist með eins og til dæmis kannski fjölmiðla umfjöllun þegar þú ert svona að fylgjast með hlutunum utanfrá, hvernig hefur verið tæklað á málunum hér og svo þegar þú hefur verið dvalið erlendis? Sko ég náttúrulega er að upplifa 3 mismunandi tegundir af viðbrögðum stjórnvalda við COVID. Ég er að upplifa hvernig Ítalirnir gera það, ég er að upplifa hvernig Svíar gera það og sjálfsögðu fylgist ég náið með því hvað gerist á Íslandi, þó ég sé það ekki stödd af því ég er náttúrulega íslenskur ríkisborgari. Og sko það er voðalega erfitt að dæma þetta, sko ég verð að segja að þó að lockdownið hafi verið svona eins og þeir segja lockdown Ítalirnir að þó að það hafi verið svona strangt að þá er ég rosalega hrifin af því hvernig þeir tóku á málunum því að þeir fengu skellin svo svakalegan, sko, og það var ekkit annað að ræða heldur en að taka svona strangt á þessu og í raun og veru þá hefði þó það hefði verið hægt að klippa landið í 20 í miðunni, sko, á norður og suður því að ástandið var svo miklu betra fyrir sunnan. Að þá held ég að þetta hafi verið rétt ákvörðun og ég verð að segja að þegar ég var að fylgjast með hlutunum á Íslandi þá fannst mér og talaði vini mínu svona ákveðið kæruleysi í gangi. Strax þegar veiran var sem erfiðust, sko, þá voru menn bara að labba hinga og þanga allir saman og taka myndir af sér ofan í hvor öðrum og þú veist, og mér fannst þetta með ekki nóg eftirlit með inn í stórmörkuðunum og margir og í Svíþjóð náttúrulega þá er þetta kannski alltaf laust fyrir minn smekk verandi búin að vera á Ítalíu. En svo veit maður ekkert, hvað er það rétta í þessu? Þetta er bara mín tilfinning sem ég hef upplifað að þetta er náttúrulega svakaleg veira og það er alltaf að koma betur og betur ljós, hún har aldrei verið verri heldur en núna, útbreiðsla veirunar og þannig að ég myndi segja það að mér finnst ítalska leiðin, ég er hrifin af henni og svo er náttúrulega líka spurningum sko efnahagslegu viðbrögðin sem koma svo og það verð ég að segja að það var miklu meiri fagmennska á Ítalíu þar heldur en á Íslandi. Því að mér hefur reynst sko efnahagslega
leiðin þar mjög fálmkennd og menn eru til dæmis eins og hlutabótaleiðin sem allt í einu breyttist í það að fyrirtækin fengu borgað fyrir að segja starfsfólki upp. Skilur, þetta fór bara tók algjör á kúvendingu og svo finnst mér eins og að sé engin áætlanir hvernig ná að grípa fólk sem siglir núna inn í fátækt þegar að uppsagnarfrestirnir eru búnir, atvinnuleysi tekur við og atvinnuleysisbætur og svo framvegis að það virðist ekkert vera í kortunum ennþá þessi brúarlán eru ekkert að skila sér og stuðningslán og hvað þetta heitir. Mér finnst ótrúlega engin fagmennska miðað við það sem var á Ítalíu. Hvernig hvað var vel gert á Ítalíu? Ertu með eitthvað svona dæmi? Já, sko það var til dæmis miklu meira það sem var borgað beint til fólks, ekki gegnum fyrirtækin. Já, ég skil þig. Já, þannig að ríkið í staðan fyrir að láta fyrirtækin borga fólkinu, að þá var það bara borgað beint til fólks og það var meiri samfella þannig að þú veist, ef fólk, ég veit náttúrulega, ég get kannski ekki metið það hversu mikið, auðvitað náttúrulega kapitalismin í algleymingi og mafían og allt þarna á Ítalíu, sko. En mér fannst það meira, þú veist, ef þeir ætluðu að byrja á þessu þennan dag, þá byrjuðu þeir á þessu og þessari aðgerð þennan dag. Það stóðst allt sem þeir sögðu. Já. Þú veist, það var ekkit endalaust verið að fresta og fálmkennast, það var meiri undirbúningur og meiri fagmennska, fannst mér. En auðvitað það svo sem gerist sem náttúrulega svo alvarlegt, sko, þeir ráða svo illa við mafíuna. Og það sem gerist það að til dæmis litlu fyrirtæki, svo mikið litlum fyrirtæki, þú veist, það svo mikið svoleiðis, svona fjölskyldufyrirtækjum á Ítalíu, litlum sætum fjölskyldufyrirtækjum. Og í svona þegar allt lokar, að þá náttúrulega kemur þetta svo illa niður á þessum litlu fyrirtæki sem eiga ekki digra sjóði, og þá það sem mafían kemur með peningana og segir, heyrðu, ok, við skulum lána ykkur. Og þar á leiðandi þessi fyrirtæki föst í klóm mafíunar, þar með. Svo þetta á eftir að verða alvarlegt ástand og og mikið talað þetta í íslensku fjölmiðlum. Já, af því að maður vill náttúrulega sjá litlu fyrirtækin og fjölskyldufyrirtækin dafna og halda velli, en þetta dálítið erfitt þegar þetta komið í eitthvað svona erfiðan vítahring, en þá kannski þá hefur ríkið kannski ekki verið að styðja við bakið á litlum fyrirtækjum. Jú, þau gerðu það sko, en þau kannski eins og við sjáum heima, sum fyrirtæki verða gjaldþrota og þá vilja þessi litlu fyrirtæki ekki og það svo freistandi þegar kemur allt í einu mafían með fullt af peningum. Það var svo freistandi í staðin fyrir að loka fyrirtækinu sem hefur kannski ekki átt, þú veist, 3 mánaða sjóð til að lifa af. Það var svo freistandi að taka við þessum peningum frá mafíunni. Komast í gegnum erfiðasta hjallinn og svo kannski veist ekki hvernig þú átt að borga tilbaka og þá ertu komin í feitan mínus. Já, þannig að sko, þú veist, þannig að svona starfsemi, auðvitað, jú, menn eru náttúrulega fastir í bönkunum, en það öðru vísi, sko. Það ekki alveg að sama hvort þú fær lána hjá mafíunni eða þó það náttúrulega íslenska bankakerfi sé hálfgerð mafía, ég ekki að segja það. Þetta ekki eins og smálána starfsemi á styrum, kannski eitthvað svoleiðis, eða smálána starfsemi á einhverjum, Já, smálána starfsemi á styrum, það mjög fínt. Eitthvað svoleiðis, en mér finnst eins og umræðan á Íslandi hafa mitt verið mikilvægis að bjarga fyrirtækjum af því að þannig séum við að bjarga starfsfólki og heimilum, en þetta snýst náttúrulega að hugsa fólkið og heimilin og þá komum við alltaf niður á það best að gera slíkt með því að halda fyrirtækjum uppi eins og þú talaðir að greiðsla fari til fyrirtækja og renni þannig til fólksins eða viljum við fara aðra leiðir þannig við tryggjum að fólkið sé mitt með nóg á milli handana og þá kannski ekkert endilega best að vera að halda einhverjum fyrirtækjum endilega uppi ef að þau eru ekki að ná að halda sér í rekstri í þessari stöðu þó að það sé þetta erfitt að meta þetta kannski í þessu efnahagsástandi sem við erum í. Já, það hefði í rauninni verið ákveðin grunn framfærsla fyrir fólk sem hefði átt að tryggja og það líka svo merkilegt að þetta viðhorf alltaf að halda fyrirtækjunum uppi. Sérstaklega þessum stóru fyrirtækjum sem ættu og hafa verið að greiða sér arð og eiga fullt af peningum og svo framvegis sem allt í einu ætla að sjúga spennan hjá ríkinu.
að miklu sniður að borga fólkinu beint því að það svo mikill mannauður og þá hefur það kannski tækifæri til að skapa eitthvað nýtt, nýsköpun, þetta eitthvað hug heima á sér, að gera, stofna sjálft, gera eitthvað, fjölskyldan saman, alls konar hugmyndaflæði sem myndi fara í gang í staðinn fyrir það að fólk sé bara algjörlega háð því hvort að fyrirtækið borgar þeim eða ekki, sko. Og það nú þekkt að sköpunarkrafturinn virkist á krepputímum, þannig að það nú tækifæri til þess að virkja það núna. Þannig að mér, sko, allavega sósíalistar hefðu farið allt öðruvísi að því að bregðast efnahagslega við þessari veiru. Það á hreinu. En hvað tekur þá við núna? Það bara að vona að það falli ekki niður flug og koma sér heim til Íslands. Já, það náttúrulega, við erum að fara heim á morgun. Ég vona að verða ekki fellt niður, en ég veit að það verður ekkert stopp fyrir okkur nema náttúrulega ég greinist positív. Það væri náttúrulega alveg til að toppa það, þú veist, verandi búin að vera í gegnum öll þessi svakalegu veirulönd, sko. En ég býst nú ekki við því, en þannig að ég held að þetta verði, en á móti kemur, sko, að mér finnst eins og til þess að segja þetta, núna er ég að fara heim og þá er ég að meta hvernig þetta núna, að mér finnst alveg furðulegt að það ætlar allt vitlaust að verða, eða finnast kannski 2 virksmit, 1 til 2 virksmit hjá 2000 ferðamönnum. Og svo bara allt vaðandi íþróttamótum og skemmtistöðum og fólk blindfullt. Ég meina, og enginn að segja neitt við því, jú, þetta var slæmt og eitthvað, en það svona misræmi, finnst mér. Já. Að vera svona ofboðslega stressaður fyrir landamæraskimuninni, en leyfa fólki að leika svona lausum hala núna heima. Ég velti fyrir mér að því að ég er ofta pæla í ýmsu sem að tengist svona landamærum og hvernig við hugsum svona heim og heimilið okkar. Er þetta kannski einhvers konar, nú hef ég ekki hugsað þetta mjög djúpt, er þetta einhvers konar hræðsla við að eitthvað komi inn í landið okkar, en að okkur finnst við vera öruggari á okkar heimavelli, þannig að við erum kannski ekki hrædd að halda eitthvað partí og bjóða vinum okkar, en við erum kannski hræddum að fara allir að koma fullt af ferðafólki inn með veiruna, en við erum ekki eins hrædd þegar við erum heima og þar getur vinur okkar verið að smita okkur á veirunni, þó þetta sé sama veiran. Ég veit ekki hvort þetta svona gangi upp einhvern veginn, en þetta er einhvers konar svona sem ég nefnum svona landamæri og hver er að koma inn í þau og hvernig einhvern veginn það spilar inn í kannski. Óvinurinn kemur að utan, sko. Einmitt. Gamla sagan og auðvitað, sko, það er hægt að hugsa þetta öðruvísi. Það er að segja að við þurfum ekki alltaf að hugsa þetta út frá landamærum. Við hugsum þetta kannski bara út frá svæðum. Það greinist eitthvað þarna á stóru svæði og þetta loka því. Það skiptir ekki endilega máli. Til dæmis hefði verið hægt að loka bara skíða svæðum í Ölpunum. Hvort það er Austurríkismegin eða Ítalíumegin. Skilur hvað er að fara, þú veist að þetta þarf ekki endilega að vera þú veist, nú lokum við bara, nú er það bara Ítalía, sko, og nú er það bara Austurríki og svona. Þannig að það er þetta að hugsa þetta öðruvísi því að sko, þetta þarf ekki að miðast bara við landamæri, sko, en það virðir hún engin landamæri í veiran, sko. Svona heimiliseiningin og svo stærri hverfiseiningin og svo einhvern veginn sveitafélagið og hugsa þetta svona í einingum einhvern veginn. Já. En ef ég má kannski spyrja þig að lokum, finnst þér eitthvað eins og skilgreiningin svona hvað er heima hafi breyst með allri þessari svona tækni, með þessum tækni nýjungum og eftir því sem þú hefur ferðast, eða er Ísland alltaf heim, eða finnst þér að tæknin geti svona breytt skynjun á hvar og hvenar og sért heima hjá þér? Þú hefur náttúrulega ferðast og dvalið í það og svo leysi gegnum árin, en það spilar inn í. Já, og þessi Zoom-væðing breytir náttúrulega ýmsu, sko, og ábyggilega eftir að hafa áhrif á hvernig fólk vinnur í framtíðinni og svo framvegis og það, en þetta er bæði og, sko. Það eru þessi, sko, við saman fáum ekki veiruna þegar hún kemur að utan, sko, við lokum okkar landi og lokum þessu hinn. Það er þessi, sko, þjóðernishyggja í þeim skilningi, auðvitað þó hún sé kannski, ég vona að skilja hvað ég á við. Já. Og svo er það aftur þessi Zoom-væðing, sko, og Skype og allt þetta,
sem þá meira alþjóðleg. En þannig að þetta beggja blans, ég veit ekki, ég held að þetta hafi svona in the long run, sko, enga sérstaka þýðingu nema það að í upphafi þá virtist sko veiran vera að kljúfa Evrópusambandið. Vegna þess að Evrópusambandið ætlaði greinilega ekki að takast á við þetta. Allt í einu ætlaði Evrópusambandið bara að loka peningakistunum, sko, og Ítalía var mjög mikil óánægja með Evrópusambandið og það var að liðast í sundur og það voru fleiri Spánverjar líka og þessi lönd sem urðu harðast úti, þau sem sagt þau voru mjög óánægð og þetta var allt einhvern veginn að liðast í sundur og menn ekkert sammála það hvað ætti mikið að styrkja hvert land. En Ítalía sögðu okkur, við erum harðast úti, Spánverjar, það eðlilegt að við fáum meiri styrk. En það virðist vera að sko þeir átta sig á því hvað þetta auðvaldi sem græðir á því að halda Evrópu saman, að þeir náttúrulega fóru á taugum og verða átta sig á því að þeir verða að styðja þessi lönd ef að Evrópusambandið á að lifa. En það ekki ennþá, þetta ekki ennþá klárt, sko, þó að stefni þá átt að Evrópusambandið ætli að styðja vel við þau lönd sem harðast urðu úti. En það sem sagt málinu ekki lokið. Það eins og svona kórónuvírusinn hafi náð að þjappa okkur saman á einhverjum stigum en geti líka sundrað á öðrum. Já, og en sko, en það sem mér finnst vera eiginlega í rauninni sárast í þessu, sko, að milljarðamæringarnir í heiminu sem ráða öllu, þeir ætla að verða ofan á, þannig að kapítalismi, nútíma kapítalismi, eins óvæginn og ómanneskjulegur sem hann virðist ekki vera undanhaldið því miður. Nei. Og maður hefði nú haldið að þarna væri vonandi tækifæri. Já, en sko, þú sér hvernig efnahagsaðgerðirnir eru. Þær eru bara öll í gegnum fyrirtækin. Fyrirtækin eiga að lifa á þú veist allt þetta og ráðningarsambandi sem átti að vera, allt í einu var það ekkert merkilegt, heldur þurfti að hjálpa fyrirtækjum að segja fólki, þetta miðast allt við það en svo kemur það, þetta miðast allt við kapitalistana, stóru sérstaklega, en svo á skellurinn eftir að koma og hvað gerum við almenningur þegar hann kemur? Og það eina vonin að sko, og þetta náttúrulega gerast víðum heim eins og til dæmis með Black Lives Matter en allt þetta, að þú veist, menn eru allt í einu farnir að fara út á götum og auðvitað það fleira heldur en bara sko, litur fólk sem að liggur að baki óánægjunni, það bara kjörin líka og allt þetta og ég vona það að fólk rísi nú upp og mótmæli þessari kúgun sem verið hefur og öllu þessu þrælahaldi og öllu þessu ómanneskjulegu aðferðum sem náttúrulega líka að ganga náttúrunni dauðri og það skila sér í faraldurum eins og við erum að upplifa núna. Já, ég sammála, ég held að afleiðingarnar eigi eftir að koma skýrt og eru að koma skýrt fram og með þeim muni koma fram svona alda breytinga eða tækifæri til þess. Já, þú sér það sko, þeir sem fengu uppsögn 1. júní eru á fullum launum til 1. júní, júlí, ágúst, til 1. september. Það ekki komið. 1. september ekki komið. Og svo kemur 1. september og þá fer fólk þá atvinnuleysisbætur sem fær ekki vinnu og þá lækka launin helming. Oftast, náttúrulega ekki hjá þeim lægst launuðu, en svona í meðal, ég að tala meðal laun og síðan baráttan við að halda sér og fá ekki vinnu og þetta stefnir í algjört óefni, sko, algjört óefni. Svo eru margir sem fá ekki bætur strax af því það tekur allt svo langan tíma hjá Vinnumálastofnun, eru þá að sækja fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum, það tekur náttúrulega tíma að gangi í gegn og þetta allt, þú veist, kemur til lækkunar ef þú hefur verið með laun mánuðinum á undan, þannig alls konar svona skerðingar, þannig að þetta svona ítir undir náttúrulega þessa reiði og svona óréttlætið eða þú átt allir að fara að taka á því að tekju bara skerðingu. Já, og svo ekki annað það að þú átt núna eins og oft verið að tala að fólk
bara meira að segja fólk á millitekjunum sko bara hefur rétt efna á því að borga leigu, að því hún svo há, barna fólk með 2-3 börn og eitthvað svona. Og ekki einu sinni þar, bara einstaklingar. Og hvernig ætlar þá að fara að eiga fyrir leigun ef að tekjurnar þínar sko dempast helming, minnka helming á mánuði? Hvernig ætlar að eiga fyrir leigunni? Hvernig ætlar að eiga fyrir mat? Hvernig ætlar að eiga fyrir bensin og bílinn og fyrir tryggingunum? Hvernig ætlar að eiga fyrir því að koma börnunum í tómstundum? Þú átt ekkert fyrir því. Og hvað á að gera? Það ekki vinna og þetta er algjör upplausn. Og þetta og fálmkenndin og ruglið í efnahagsaðgerðunum hjá ríkisstjórninni. Þetta allt eftir að koma fram. Líka við þurfum að sjá fyrirbyggjandi aðgerðir sem snúa til dæmis að því að það sé ákveðið leiguþak, að það megi til dæmis ekki henda leigjendum út ef að greiðsluleigu hefur ekki átt sér stað, ef að vanskil verða að það megi ekki hækka umfram vísitölu neysluverðs, eitthvað svona, að það sé bara frysting ef að leigjendur hafa verið að leigja, bara einhverja svona aðgerðir sem einmitt fyrirbyggjandi svo að leigusalar og hagnaðardrifin leigufélög geti ekki skyndilega farið að hækka leiguna upp úr öllu valdi í þessu ástandi. Já, en sko Drímon, hefur þú séð einhver áætlanir þetta? Og svo eru líka það, þegar, eins og núna í vor, þegar fólk var að sækja að borga ekki eins mikið, lækka lánin, fá einhver, draga 3 greiðslur eða eitthvað, svo kemur þetta allt í hausin á fólki. Bankarnir gefa þér ekki neitt, þeir bara setja á því vexti. Það er ekki að bíða, sko. Nei, þú getur ekki, bankin gefur þér ekki 3 greiðslur af íbúðinni, og svo er fólk eftir að missa það sem það á, íbúðina sem það á, þetta verður bara svona. Og það er engar áætlanir hjá ríkisstjórninni, ekkert. Það er alltaf, allt sem er gert, sko, það er annarkvort stenst ekki eða það að miðast við að það hefði átt að vera búið að gera það í gær eða í fyrradag eða fyrir mánuði. Engin framtíðarsýn, ekki neitt. Við þurfum byltingu. Já, við þurfum bara að fólk rísi upp gegn þessu og ég vona svo sannarlega að nú bara, og verkalýðshreyfingin verður náttúrulega að gera eitthvað. Þetta er ekki hægt, hún verður bara vera aflið númer 1, 2 og 3 sem geysist fram á völlinn með alla sína 200.000 manna her á bakvið sig. Já. Það er mín skoðun allavega. Það er stór her. Það er stór her. Það er stór her. Já, og það kannski heldur betur umræðu efni í annan þátt, en þakka þér kærlega fyrir, Katrín Baldursdóttir. Já. Frá ferðalögum á tímum kórónuveirunar. Ég bara þakka fyrir að fá að koma í þáttinn og við að heilsa öllum sem horfa og heyra. Og þér, Sanna, gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir. Þetta var Hin Reykjavík í dag. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir.